fútbol. Fútbol, fútbol. Komum margleis á sæl, kæru hlustendur og eða áhörfundur hvort sem eru að horfa á okkur bara gegnum Spotify eða YouTube. Sæl Kristján. Já, góðan og blessaðan daginn, vinur. Hvernig hefur það? Heyrðu, ég hef bara ágætt. Er það ekki? Heilsan öll að koma til og svona. Glæsilegt. En þú kallinn? Ég er góður, ég er bara að stikna, það er eina. Já, ekki ég. Það eru 30 pluss hérna, þannig að... Já, það er aðeins minna hérna. Já. Alveg tölvert. Það er bara þannig. Meðan að Kristján er að stikna þá höfum við það bara fínt hér á klakanum. En þátturinn í dag, nú er komið að því, kæru vinir, nú ætlum við að spá fyrir hvernig við höldum að enska úrvalsdeildin muni enda í vor. Ég er með mína og Kristján er með sína. Við vitum ekkert hvort þú sé spáðu og við sem að við erum allan ekki eins. Ég held að það sé alveg pottþétt. Nei, við verum klárlega ekki eins. Ég veit það. Ég er sannfærður það að mín er 100% rétt og þín er kolvitlaus. Allan mín er allavega ekki rétt, sko, ég er nokkuð örugt. Svo náttúrulega, já, við munum hvernig náttúrulega rennum við það. Það eru 9 nýjir þjálfarar í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð. Já. Sem er dálítið mikið. Algjörlega. Og við munum skoða það hvaða lið það eru sem eru komin með nýjan stjóra, rennum yfir það. En byrjum bara á því að það var leikur meistarana. Núna bara í vikunni. Paris Saint-Germain áttu við Aston Villa. Þessi leikur fer 2-1 fyrir Paris Saint-Germain. Þú spáði 2-1, ég spáði 3-1. Það var kannski frekar samt. Það var alveg pínu töft að því að spáum mín myndir rætast en hérna, það skeiði ekki. En að sjálfsögðu hafði ég rétt fyrir mér. Já, en ekki hvað. Kristján hefur alveg hitt oft naglan á höfuðið og þetta var rétt og kannski samt vilja menn 2-1, jú, ok, mér þeir litu ekki allt og illa út, vilja menn. Nei, alls ekki. Mér fannst þeir bara raun og veru koma mér svolítið óvart því bjóstuðum bara í vandræðum gegn Paris Saint-Germain en þeir náttúrulega teldu fram unga drengnum þarna frammi, Maggio, sem mér fannst vera bara virkilega skemmtilegur leikmaður. Já, það er verið spenntur að fylgjast með honum bara núna bara í framtíðinni. Þeir eru svo sem búin að vera að gefa honum mínútur og en núna var hann að spila leika móti mjög svo sterku liði og mér fannst hann gera mjög vel. Já, það er bara alveg góð. Getur ekki líka sagt að hérna minn var þú hjá Paris Saint-Germain 21 árs gaur sem var með mark og stóðsendingu Desiree Djú. Hann var frábær líka, sko. Já. Þeir eiga nokkra góða hérna í París. Já, heldur betur. Svo náttúrulega Barcola málið, hann kom ekki til sögu. Nei. Og svo, veist, það er náttúrulega þannig þegar svona er. Það segir manni það að ég meina, sko, Barcola hefur verið að fá mínútur, það er alveg þannig. Hann hefur verið að spila raunveru frekar mikið og í svona leik hefði hann 100% komið inn á ef að það væri ekki þessar sögursætnir í gangi. Þannig að þetta segir mig það, þetta er væntanlega komið svolítið langt núna. Já, en það virðist samt vera mjög langt á milli liðina. Það virðist vera. Er það ekki samt sem að þannig að þetta endar á þann veg að Liverpool slæðir bara enn eitt metið. Þeir eru góðir í því að slá metið að kaupa leikmann á háu verði. Já, ég veit það ekki. Þetta
þetta mér finnst ekki lofa alltaf góðu Nei, hjá mínum mönnum og raun og veru, sko, ég held ég viti raun og veru bara á hvað við stöðum komið hérna á hverju þeir réðu í Riola, sko. Hann sýndi það á síðasta tímabili og búinn að sýna áður. Hann góður að vinna með unga leikmenn, raun og veru búa til leikmenn. akkurat. Og ég held að bara það er það sem Liverpool var hann að sækist eftir til þess að geta raun og veru ekki spara sér aurana á einhverjum ofur stórum kaupum, allan marga, menn það vantar svo marga í Liverpool-lið. Að nú bara, hann á bara að redda þið. Mér finnst að, ég hef það tilfinningunni að þeir hafa bara ákveðið við ráðumann, hann reddar þessu bara. Finnst einhvern veginn svona, hvað finnst þér? Mér finnst það skrítin hugsun ef að svo sé. Mér finnst það mjög sérstaklega. En horfðu á myndina samt. Já, myndin segir okkur þetta. Það er alveg þannig. En mér finnst það samt sem að skrítið ef að það sé tilfellið. Því að þetta er ekki eins og þráttur að Liverpool eitti sko stórum upphæðum í síðasta glugga að þá síðust 2 gluggum þá er það ekki þannig að Liverpool er búin að vera að eyða ofboðslega miklu marga glugga í röðskilur og þeir eiga klárlega til peningin. Þeir eru bara að finna réttu mennina og láta þetta passa og hérna en ég held að Iraola muni ná meira út úr dýrustu leikmenn Liverpool, Wirtz, Isak. Ég hugsa að mér ná mikið meira út af þeim heldur en nokkuð tímann. Já, leikstíllinn hjá Iraola líkar nöru, sko, hann hendar Isak miklu betur því hinn leikstíllinn, hann bara, Isak, hann átti ekki breyk. Ekki möguleika. Nei, hann var ekki inn í því, sko. Nei, nákvæmlega. Það var einfaldlega ekki gert ráð fyrir honum, sko. Já. En, já. Nei, þetta kom laus svona hausinn á mér daginn að bara, já, þetta ástæðan á hvernig þau fengar. Þeir ætla bara að reyna að láta hann taka þessa yngri leikmenn, koma með stóra sviðið og búa til leikmenn. Já, en aftur að Paris Saint-Germain, Aston Villa. Já. Ég ætla bara rétt að segja það að mér fannst Aston Villa komur óvart en einhver síður mér fannst það að sjá það að Paris Saint-Germain ætti helling inni, voru bara tilbúin að setja í næsta gír að það styrti. Já. En þetta var bara sanngjarnt, við vitum það. Og þá fyrir við yfir í annan leik því að það núna er bara rétt vik þangað til enska úrvalsdeildin byrjar að rúlla, þannig fyrsti leikur fer af stað, en það er alltaf leikurinn helgina fyrir áður en deildin byrjar, það er samfélagsdeildin, Englandsmeistarar versus bikarmeistarar. Og hann er á sunnudaginn. Já. Og þetta er viðureign Arsenal og City. Þetta er svolítið áhugavert því að nú erum við að tala um það að það er ekkert búið að þeir ekki skilja sér allir tilbaka eftir heimsmeistaramótið og samanber Holland. Hann er ekkert komin tilbaka í raun og veru, þannig að hann er að skemmta sér einhverstaðar ennþá, sko. Ég held að hann sé ennþá að njóta sín, sko. Já. Þetta er gott heimsmeistaramót. Já. En einhver síður, þá er þetta áhugavert að þessu leytinu til að Aslamenn hafa verið bara gera mjög vel í sínum æfingaleikjum að því leytinu til að þeir að skora mörk, en þeir hafa eins og verið að fá mikið mörkum á sig. Já. Og en þetta eru típiskir æfingaleikir og getur ekki sagt það bara saman Manchester City. En ég vil hins vegar meina það að þessi leikur, það er ákveðin vorbragur yfir þessu alltaf, finnst mér. En einhver síður, ég á vona því að þetta verður hörkuleikur og við ætlum að spá trausti, það er bara þannig. Já, við ætlum að spá, þetta verðum að gera það. Já, ok, ég ætla að stela það bara þinni tölu. Nú, hvað er tala mín? Og hvort liði skráðu heimavelli, ég er ekki búin að sjá það þá. Já, það er sagt að Arsenal sé heimavelli, en það er engin heimavellur. Já, það er sagt að Arsenal sé heimavelli, ég vil bara kíkja á þetta bara rétt, svona sem snöggvast, þannig að ég sé bara með þetta.
leikurinn hefst klukkan 14, klukkan 2. Jú, það Arsenal City. Ég ætla að segja 1-2 fyrir City. Þú segir 1-2 fyrir City, ég ætla að segja 2-1 fyrir Arsenal. Já. Og það bara, veist, ég held að þetta verði, veist, það kemur ekkert óvart að þetta verði 2-3 leikur, en þegar öllur á pottin kvölda þá er Arsenal menn meistarar. Þeir eru það náttúrulega og við vitum það. Chelsea er einn af þeim sem eru með City eru einn af þeim sem eru með nýjan þjálfara. Já. En nýjan, gamall aðstofþjálfari, Peppar hans. Jú. Pep Guardiola, hann er horfinn. Akkurat. Frá þessu sviði. Þetta er alveg leikurinn núna hjá Maresca. Já, raun og veru, hann er það. Hvort hann tækir bara fyrsta leik og tækir bara dollu, það er spurningin. Það væri svakaleg byrjun á ferlinu hjá City. Það væri það. En hvort heldur sem mun eitt komur óvart hvort liði sem mun vinna sko. Nei, það er alveg þannig. Ég er alveg sammála því. Já, en ég ræddi það að sagði það í byrjun að það væri komnir 9 knattspyrnustjórar í ensku úrvalsdeildina og Maresca er einn af þeim, eins og ég sagði, hann tók við keflinu eftir að Pepparinn Guardiola hætti. Nú og svo náttúrulega Andoni Iraola var náttúrulega ráðinn eftir að Slott var vikjústarfi og kenningi mín fór á loftun á hann. Nú Xabi Alonso, hann er kominn á Stamford Bridge, eins og við höfum talað um það. Nú við tölum líka það þegar Eddie Howe steig til hliðar hjá Newcastle bara á miðju undirbúningstímabili og Mattias Jesle, hann tekur við stjórnartömmunum. Þetta er við svolítið áhugaveru stjóri. Jú. Búið að gera flotta hluti í Þýskalandi og Saudi og kemur þarna núna inn. Kemur kannski ekki óvart að koma frá Saudi með það við vitum hverjir eiga Newcastle. Algjörlega. Þeir horfa til hann sem ungan og gríðarlega efnilegan stjóra og ætti að byggja í kringum hann. Hann er það náttúrulega. Það er bara spurning hvernig ensku úrvalsdeildin farið með hann. Já. Og allar þessar breytingar, þetta er bara rosalega breytingar á hóp hjá Newcastle. Algjörlega. Nú, Bournemouth, við vitum að samningur Iraola, hann rann út og Marco Rose var ráðinn í hans stað. Nú, Oliver Glasner, hann tók við af Victor Pereira hjá Nottingham Forest og talandi Oliver Glasner sem að fór frá Crystal Palace, þá er það Pereira Saga sem að var ráðinn í Palace í stað Glasners. Fulham, það líka áhugaverður maður kominn þar borð í staði fyrir Marco Silva. Það er Alvaro Arbeloa sem að var með Barcelona liði í smá tíma og hann er kominn hingað. Þetta verður áhugavert. Algjörlega. Heldur betur. Og svo náttúrulega nýliðanir Ipswich Town, þeir réðu Gary O'Neill til að taka við af McKenna. McKenna sagði af sér og Gary O'Neill tekur þannig við þessu kefli Ipswich nýliðar í deildinni og þetta eru 9 stjórar af 20 liðum. Já. Þetta nýr. Akkurat, og það er bara smá viðbót gagnvart því að þetta er nýtt met á opnunni degi, sé tæplega helmingu deildarinnar með nýja stjóra. Já, ég get bara ímyndað með það. Fyrra metið var 2016-17 tímabili þegar Pep Guardiola tók við City, Antonio Conte tók við Chelsea og Jose Mourinho tók við United. Það tímabil voru 8 nýju stjórar. Það voru 8, nú eru 9. Spennandi maður. Jæja Kristján, þá er komið að því.
Með það ekki, Ég ætla að ná í blaðið. nú ætlum Ég við veit alveg. að renna yfir hvernig við spáum því að þessi úrvalsdeild munu enda í vor. Ég er líka komið með blaðið. Já, ég ætla að skrá þetta hjá mér. Já, þú skráir hér. Ég er búin að skrá mitt niður, sko. Já, þú skráir mitt niður Já. líka. Ég ætla að fá mig betri sæti í stólnum, stilla af og vera algjörlega Já, klár þetta mál. myndi mikrofónin greið mitt. Hann er hérna, sko. Hann er hérna, sko. Já. Heyrðu, sko, nú bara langar mig að spyrja þig, bara því ég gerði það ekki áður en við fórum á loftið. Eigum að byrja bara frá 20. seti og fara upp, Algjörlega. eða eigum að byrja í 10. setinu og telja niður 20. og fara svo úr 10. setinu og upp. Setna dæmið frá 10 og niður og sem sagt 10 og upp. Ok. Já, vel gert, Trausti. Hörðu, það byrja náttúrulega bara í 10. setinu. Já. Hverja ert þú með í 10. seti í ensku úrvalsdeildinni? Í 10. sæti í ensku úrvalsdeildinni er ég með lið sem að ég er ekkit sannfærður að verða það. Þeir gætu verið ofar, en ég sett á hann, ég ætla bara að halda mig við það. Það var Bournemouth. Já, þú ert með Bournemouth þar, já. Ok, já. Í 10. seti setti ég Brighton. Ok. Brighton segir kallinn, þetta er skráð. Þetta er skráð. Heyrðu, 11. seti. Ég ætla bara að segja strax, ég setti Brentford í 11. Ég fór línuvilt, ég strax byrja að klúðra þessu. Herra, þú settir Brentford í 11. seti og í 11. seti af mér setti ég Oliver Glasner og Nottingham Forest. Vá. Þú ætlar þess að Crystal Palace. Ég var næstu búin að gera það. Já, ég nefnilega gerði spanna og búin með undirbúið, svo fór ég að lesa, já, byrju 9 stjórar, þá sá ég hver var stjóri Nottingham Forest, bara, Já. En ég ætla bara að standa við það sem ég seti niður. Heyrðu, já, 12. setið. 12. setið, Já, þar er ég með Crystal Palace. það er ég líka með Crystal Palace. Þetta var vel gert. Já, þetta var vel gert. Já. 13. seti setti ég Leeds. Þú setur Leeds. Vel gert hjá þér, Trausti. Ég setti Fulham. Já, ok. Ég er nefnilega með Fulham í 14. seti. Þú ert með Fulham í 14. seti. Í 14. seti hjá mér, ég vil meina það að þeir áttu frábært tímabil á síðasta tímabili og það verður bara ágætt núna. Það verður Sunderland. Já. Veitu, hver setið þú aftur í 13. seti? Fulham. Fulham, já, alveg rétt fyrir þau. Já. 15. seti. Þar er ég með Leedsarana. Þar er þú með Leedsarana. Ég kem ógeðslega óvart. Ég held að þetta verði erfitt tímabilsökum mikla mannabreitinga. Ég er að koma þjálfaranum í þessa lið í vondmál. Ok. Ég seti Newcastle í 15. Ok, ég er ekki hissa. Ok. Þá er það 16. setið. 16. seti. Ég setti nýliða. Ég held ég viti hverju er með hana. Frank Lampard og félagar í Coventry. Já. Þeir munu halda sér uppi. 16. seti. 16. seti er ég með Sunderland. Þú spáði þeim sem sagt miklu verið að gengi heldur en ég. Já. Í raun og veru. Ok. 17. seti.
Ég er með þetta lið henni í 17. sætinu af því að liði sem ég er með 18. sætinu, mér finnst ekki ólíklegt að þau geti svissað að það geti úr sama barátt og var á síðust tímabili. Í 17. sæti er ég með Nottingham Forest. Já. Ég er ekki sammála þessu. Nei, ég heyrði það á hann. Ég bara er enga við sammála þessu. Þetta er ekki að vera að gera þessu minn. Þarna ertu bara, þetta er fyrsta dæmis ég ætla að segja, þetta er algjört klúður hjá þér. Já, ég sagði það við þig á hann þegar ég sá hvað þjálfur, en ég ætla samt að við vitum hver eigandinn er og það getur allt saman gerist þar. Já, en sko, veist, náttúrulega með Oliver Glasner, þetta er drengur sem að býr til ákveðin stöðuleika og það er það sem vantað í liði Nottingham Forest og núna eru að fara að sjá sko, liði Nottingham Forest vera með meiri yfirvegun, meiri ró og þeir munu býta frá sér. Já. Það er verra á heilu liði sem ég er með í 18. sætinu, sko. En hver er þú með 17? Í 17. sæti er ég með Everton. Wow! David Moyes og félagar er að fara drull upp á bak. Hann verður rekinn og Eddie Hára með liðið í fattsæti. Svo kemur Eddie Há, tekur við og bjarga þeim og lyfti þeim upp í þetta sæti. En býtu, gamli var nú búin að bjarga þeim, en það? Já, bara, þetta er nýtt tímabil, trösti minn. Já. Það er bara þannig. Vá, ok. Everton er að fara að lenda í bullunu, vandræðum. Þetta er ekki tímabilið þeirra. Shit, þetta kom óvart. Nýr leikvangur allt það er bara ekki nóg. Það þarf stöðuleika, það þarf hefðir, það þarf líka bara að vera með trú og það er ekki til núna. Nýju völlurinn og allt. Hörðu, ok, en ég var með Nottingham Forest í 17. og liðið sem ég sitt í 18. sæti, það sem ég er að tala um, þau geti alveg svissað stöðu. Já. Þar er ég með Coventry. Ok. Í 18. sæti set ég lið sem að í raun og veru ekki fyrir svo lengur síðan náðu sér í bikar. Ekki fyrir svo lengur síðan voru með stórkostlega leikmenn í liði sínu. Leikmenn sem að það var farið til Barcelona, leikmenn sem að var farið til Arsenal og víðar. Við erum að tala um Newcastle. Þeir falla. Þeir búið bara rétt frá falla. Þeir falla, trösti. Þannig er þetta. Ok, ég held að ég var í slæmur, sko, með það í 15. Sko, nýja stjórið þeirra, bara með þykja leiðilegt fyrir hann. Já. Þetta er ekki að fara að gerast, ég sé það ekki gerast, þetta snýst líka mannskap, það er ekki eftir. Nei, það er nefnilega máli. Sko, ég náttúrulega, 19. sæti. Já. Ég er með Ipswich í 19. Það margir er að hæpa Ipswich upp, búin að gera góð kaup og allt það, en ég bara sé það ekki. Ég er búin að sjá þetta líka það sem var að hæpa þau upp og þeir hafa við getum sagt að þeir hafa verið að gera ágætlega á markaðnum. En ég vil meina það að mannskapurinn í heild sinni hjá þeim er bara ekki nægilega sterkur til þess að halda út tímabil, til þess að halda sér uppi og ég er sammálaðir. Þeir lendi í 19. sæti. Ok, við erum örugglega báðir með sama lið í 20. sæti, mér finnst það líklegt. Og það er Hull City. Þannig að við erum með Ipswich, við erum með Hull í sömu sætum og það var eitthvað eitt annað lið hérna. Og vorum með Crystal Palace í 12. Crystal Palace var það er rétt hjá þér. Já, sko... Þrjúða sama í neðri helming, það er ágætt. Já, sko, hérna, ég mátti að láta mig þetta eitthvað hug, nú það bara fókið, en ok, Newcastle og Everton er að koma mér ávart. Ég er með Newcastle neðarlega, eins og segja, það er svo mikið farið úr hópnum, það er bók barna svo mikið úr smók. Algjörlega.
og það er ekki auðvelt að reyna að fylla þessi skörð. Nei, en ég veit að hins vegar að þú hefur trú á Everton sem að ég hreinlega skil ekki, en það er allt í lagi, þú mátt alveg hafa trú á þeim, en það er bara þess að það er. Já. En ég er algjörlega sannfærður þetta. Já, ok. Sko, þú heldust að nýliðanir eins og til dæmis Coventry, þú settir þú ofalega, þeir verða til dæmis betri heldur en Newcastle. Já, að því að í Coventry komið liðsheild. Þú drátt á það saman, ok, Coventry, þeir dómineruðu deildinni fyrir neðan á síðasta tímabili, þetta er ekki sama dæmi, sko. Fengu ekki mikið mörgum á sig. Nei. Frank Lampard vill ég meina, búin að lyfta sér upp sem stjóri með því að sína það hvernig að tæklaði deildina fyrir neðan. En það er náttúrulega, að fara upp í úrvalsdeildir er nýtt og risastórt skref. Já. Og það er ekki bara fyrir hann heldur líka fyrir marga að hans leikmönnum. Hann er þó með einhverja leikmenn sem eru með reynslu úr ensku úrvalsdeildinni, en það er mikill vilji sem hóp, það er mikill baráttuvilji og þeir voru frábæri varnarlega séð líka og ég held að það muni hjálpa þeim ofboðslega mikið á þessu tímabili. Já. Ég var alveg á tímabili sko með að ég sagði það örugglega í þættinum að ég myndi halda að Coventry myndi halda sér uppi. Og það er kannski kemur það, þeir kannski svissa stöðu við Nottingham Forest. Nei, hjá mér. Þeir svissa stöðu við Newcastle, kallum við. Já, Newcastle. Hörðu, ok. Þetta var 10 og niður, við erum búin að tala hverju við teljum að muni falla. Ég segi Coventry, Ipswich og Hull falli. Þú segir að Newcastle, Ipswich og Hull falli. Herðu, ég sé það strax, ég fór línuvilt þegar ég var að gefa þér 10. sætið. Ég sagði Bournemouth, var það ekki? Jú. Það er Brentford, fyrir gefðu, kallið minn. Það er Brentford sem að vera þarna. Það er Brentford sem að vera í 10. Já, þannig skráði það. Já, ok. Já. Herðu, þá teljum við úr 9. sætinu og upp. Akkurat. Og ég get bara opinbera hér í 9. sætinu er ég með lið sem þú spáir næstuði falli, kemur úr Bítlaborginu og heita Everton. Og í 9. sæti spáði ég sem sagt Bournemouth. Já. Ég fór að línuvilt. Já. Ok. Bournemouth menn. 8. sæti, hver er þú með þar? 8. sæti er ég með lið sem að ég vil meina að sé að falla svolítið niður. Þetta verður sveiflukent tímabil hjá þeim. Það er Aston Villa. Þú ert með þá í 8. Ég er með Bournemouth í 8. sæti. Hins vegar get ég frættið þig í 7. sæti er ég með lið sem ég til einmitt að mun vera frekar sveiflukent, ekki eins öflugir og að síðasta tímabili. Þeir voru að spila daginn gegn Paris Saint-Germain, töpuðu, þetta lið Aston Villa. Við erum ekkert langt frá hverju erum, sko. Nei, bíturúlur, ég eftir að koma með sprengju, sko. Já. Já, sprengjan er alveg að vera að koma. 7. sæti. Hver er þú með í 7.? Í 7. sæti, já fyrir ekki, ég er að flýta mig svo mikið. Já. Í 7. sæti er ég með lið sem að ég vil meina að gerði vel á síðasta tímabili og þeir munu bara sína stöðuleika þessu tímabili, þetta er lið Brighton. Já. Ok, ég er nefnilega að Brighton verði smá, það verði ekki alveg að ég fannst þetta svona stundum á tímabili verið kannski aðeins yfirspila sjálfum sig, skilurðu? Yfir getu, ég er alveg sammálaður og ég svo náttúrulega það er búið falla úr skörðum hjá þeim, sko það er alveg þannig, það er búið að næla sér í nokkra leikmenn voru liðinu þeirra, þannig að ég er með þá allavega í Já. Hörðu, 7. sætið.
sem mögulega, við erum núna allavega í 7. sæti, það er allan að sambandstildið það ekki. Já. Þannig að nú erum við að tala Evrópusæti. Ég trúi því ekki að ég sett að liða hana. Ok, nú brosir alveg allar ringir, þú veist alveg hvað ég ætla að segja. Í 7. sæti, mörgum af óvörum. Ok. En ég er bara ánægður með breytingar á þessum hóp. Þeir eru búin að daldi duglega markaði. Ég hef trú á þessum þjálfara. Ok. Taktu glottið að andlitin að þér. Já, hefurðu trú honum í 2 ár? Já, ég trú honum í 2 ár. Þetta er lið Tottenham. Mig grunaði það. En ég spái Tottenham í Evrópusæti. Bara fallegt og ég er sáttur við það. Nú verð ég örugglega étinn lifandi fyrir mína spá, var þetta 7. sætið. Við erum að tala lið sem að gerði opaslega vel á síðasta tímabili og mér fannst hreinlega í raun og veru spila við getu á köflum og úrslit falla með þeim og þeir hafa gert ágætlega í þessum glugga. Þeir hafa sýnt, finnst mér, stöðuleika í æfingaleikjunum, en ég tel að þetta sæti sé gott fyrir þá. Ég spáði þeim 7. sæti. Manchester United. Já. Sæll, þú sem er Manchester United í 7. sæti. Já. Ok, ég er ekki sammálaðir þarna. Nei, enda, ég skal bara viðurkenna eitt. Fyrir mér sæti 3, 4, 5, 6 verður pakkað. Geta öll svissað. Já. Þar er nefnilega því er ég nefnilega sammála. Og svo bara, ég skal bara viðurkenna, þarna kasta ég tening bara fyrir þessi sæti, endanum gerði ég þannig. Hvaða lið settið þú í 5. sæti? Í 5. sæti setti ég stórkostlegt lið sem er búin að gera ofboðslega vel í þessum glugga. Þeir að fara og að rífa sig upp, gera ofboðslega vel í deildinni. Þeir eru komnir til að sigra Tottenham. Tottenham í 5. Hér kemur mín sprengja. Í 5. sæti þessu tímabili er lið sem er búið að kvarnast allir mikið úr. Stórskörð hafa ekki verið fyllt og mun ekki verða fyllt. Vantar mikið upp á, hópurinn er mun veikari en á síðasta tímabili. Það á að henda alltaf miklu í fangið af þjálfarunum sem á bara að redda hlutunum. 5. sæti spái ég Liverpool. Ég vissi þetta er einhver. Þú ert alltaf svo svartsýnn að það er Já, ég er svartsýnn alltaf verið hönd Liverpool. Ég er það bara, ég gerir mikla kröfur. Núna held ég bara að maður geti ekki gert rosa kröfur bara út af hvernig allt er orðið, hvernig hópurinn er, hvaða skörð á eftir að fylla og raun og veru hvað í Jóla, mér finnst hann ekki fá þann stuðning sem raun og kannski hann vill fá, því að mér finnst eins og hann eigi bara að redda þessu. En býtunum við, veist, hvað eru Liverpool þekktir fyrir sem klubbur? Þeir þekktir fyrir það að það sé bara ekkert að frétta, það eru þau þögglu sem gröfin, svo allt inni kemur sprengjan, nýja leikmenn koma inn og það er klárlega að vera að vinna í hlutunum Ég er að setja spá fram eins og liðið er sett núna. Taka það skýrt fram eins og liðið er núna. Já, ok. Þessu liðið sem segir engi Barkóla, skilur. Ég bara, þetta er spá sem ég skil ekki, en ég veit að þú ert svartsýnn á liðið þitt og það er allt í lagi, þú mátt alveg vera það. En þú er svo kolrámt fyrir þetta einhvern veginn. Já, það má vel vera. Já, þú erst með Tottenham í 5. Þá er komið 4. sæti. Hver er þú með í 4.? Í 4. sæti er lið sem er með splunku nýjan stjóra sem að kemur inn í deildina sem nýr stjóri og við fögnum því.
Þetta drengur sem að taka liðið og hrista upp í því með blöndu núna af gömlum köllum og ungum leikmönnum. Þetta lið Chelsea. Þetta lið Chelsea. Ég líka með Chelsea í fjórða. Þú líka með Chelsea? Ég líka með Chelsea í fjórða. Fyrsta meistaradeildarsætið sem við gefum, það verður til Chelsea. Þriðja sætið. Ég skal á. Í þriðja sæti af þessu sinni ég með lið sem að ég held að mörguleiti munu kannski koma á óvart. Þjálfarinn, hann sannaði sig hans á síðasta tímabili. Liðið búið að gera bara ágætis kaup og þeir nýta kannski góðs að því að það eru nýjir þjálfarar í kringum hann. En í þriðja sæti skelli ég Manchester United. Ég hef þetta verið búin að búið til spá eins og þú myndir gera. Ég sá þetta fyrir mig, sko. Ég sko, eins og ég segi, frá 3, 4, 5 og 6 hefði fyrir mér öll þessi lið eru einum pakka. Ég veit hverju þú ert með í þriðja. Í þriðja sæti ég með lið sem að nýja þjálfara. Stórkostlegt lið, opaslega vel mannað, með nýjan stjóra. Vel mann. Og það lið Man City. Það City, drengur. City. Og við erum að tala það, Trausti, að fyrir Manchester City að lenda í þriðja sæti skandall, en fyrir Manchester City að lenda í þriðja sæti voru búin að missa Pep Guardiola vel gert. Já, og kannski Rodri líka. Já. Já. Annað sætið. Þetta lið sem að með nýjan stjóra. Þetta lið sem að ég vil meina að fara í stöðuleika. Voru opaslega lélegir á síðust tímabili. Það var svo leiðilegt að horfa, ég gat það ekki. Ertu veruleika fyrir? Og þetta lið sem að fara að gera miklu betur, þeir að fara að spila miklu betri bolta og þú getur töðað yfir öllu sem að þú getur töðað liðið, drengur. En nú ertu að fara að sjá drengina spila skemmtilegan og góða bolta. Þetta liðið Liverpool. Þeir verða klárlega öðru sæti. Það verður mikið bil, vil ég meina, frá öðru sæti niður í þriðja sæti. Það að segja að það verður bil. Já. Í öðru sæti ég með lið sem að mun koma óvart þrátturir einmitt. Nú uppljóstur ég bara þrátturir nýjan stjóra. Í annað sæti set ég Manchester City. Og það verður náttúrulega sturlaður árangur, en ég held bara að City, þeir eru bara með þann góðan, öflugan hóp að þeir geta. Samanlega. Þeir eru með opaslega sterkan hóp og þeir þekkja hvern annan opaslega vel. Þeir hafa náttúrulega líka verið að styrkja sig. Og svo myndi ég gleyma því, þeir eru með Holland. Þeir eru með Holland. Fóten allan hann búin að vera að fá mikið mínútum undanferðið og maður sér fyrir sér að þetta geti hugsanlega orðið tímabilið hans. Það leikmaður sem ég sagði í vor að Liverpool átt að kaupa. Já, akkurat. Nú, það, veist, svo þetta bara með hann, eins og með Savinho og ég held að þetta tímabil var til dæmis mjög sterkt hjá Semenyo. Já. En já, þetta allavega lið sem ég vil meina að læri betur á Holland. Já, þetta er spurning. Ég allavega á því að City getur klárlega verið að þau geta klárlega að leika unni deildina, en eins og ég held að þessi staðreynd að Pep Guardiola sé ekki það mun hafa þessi áhrif að þeir lendi í þriðja sæti. Já, ég sitt annað sæti. Við erum báðir greinilega sammála hverju verið Englandsmeistarar á þessu ári. Þú mátt byrja. Það liðið, hið stórkostlega lið Arteta
Arsenal-liðið stórkostlegt, þeir eru búin að vera að styrkja sig gríðarlega á í þessum glugga og þeir eru bara einfallega miklu sterkari heldur síðust tímabili og ég vil meina það að stöðuleiki liðsins sá sterkastur af öllum liðum í deildinni. Ég held að þetta verði tiltölulega létt fyrir þá. Ég er nefnilega sammála, stöðuleikin til staðar frá síðasta tímabili. Já. Eins og þú segir, þeir eru búin að styrkja sig meira, þeir eru sterkari, það er komið meiri breytt algjörlega í liðið og ég held að næstu taka þetta með vinstri sko. Menn það eru 9 stjórar, 9 í kringum þá og já, þetta verður þægilegt fyrir það. Veistu, ég held það líka, ég held að þetta verður hreinlega þægilegt. Plús að ég gleymdi einu samtöð við Liverpool af því ég set á henni 5. Já. Út að líka hvað hópurinn þunnur og hann slappur, þeir verður náttúrulega líka í meistaradeildinni. Já. Það mun hafa stór áhrif. Já, hvað finnst þér nýjustu sögurum sagnum það að Arsenal sé að reyna að ná sér í Jal Kwanza fyrir leikmann Liverpool? Já, það er bara splungun nýjar fréttur það að Arsenal sé að reyna að ná Kwanza, en það er náttúrulega ákveðið samningi hjá milli Leverkusen og Liverpool. Algjörlega. Því að eftir bara alveg sama hvað raun og veru Arsenal býður í segjum að bjóða bara 50 milljónir punda, það sé svo neila samþykkt, þá getur Liverpool farið inn í þann samning og fengið hann á 50 milljónir. Þau geta jafnað þá upphæð sem bóðir í hann og sem svona samþykkt. Algjörlega. En svo spurning að Liverpool eitthvað nýtir sér það með við Mark Geihi í fyrra að þá ég ekkit jákvæður á það. Nei, ég meina Liverpool menn það var ljóta ruglið að klára ekki sín kaup strax, veist, þetta eitthvað svo skrítið hvernig það var í fyrra fannst manni og maður ætlar rétt að vona að þeir eru að lerta eitthvað, en eins og við erum búin að tala áður þá náttúrulega eru búin að vera með mann sem hefur séð þetta sem að fara sem byrjar baku tjöldin að vinna hjá nýja félaginu sko. Þannig að þetta allt saman ákaflega skrítið. Algjörlega. En já, við sem sagt, ég frá 1. upp í niður 9. Ég með Arsenal, City, United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Aston Villa, Bournemouth og Everton. Og þú ert með? Arsenal, Liverpool, 4. sæti Manchester City, 4. sæti Chelsea, 5. sæti Tottenham, 7. sæti Man United, 7. sæti Brighton, 8. sæti Aston Villa og 9. sæti Bournemouth. En eins og ég segi, ég ætla bara að segja aftur, frá 3. til 7. þetta einn háragrátu fyrir mér. Já. Það gæti orðið svona það gæti orðið bara sama gríðarlega spennan bara fram á seinasta lokaflautið eins og var að síðustu tímabili. Já, nú setti ég bara í okkar spá setti ég til dæmis United til 7. sæti. Getum við sagt að 7. sæti verið lélegur árangur hjá United? Maður sjá eftir bara hvernig deildin spilast. Það eiginlega ekki hægt að segja til það, raun og veru. En ég held samt að 7. sætið sé frekar leiðilegt hjá United. Ég myndi segja það fyrirfram. Ég myndi segja það líka. Ég myndi segja það. Já. Ég sé Tottenham í 5. sæti, það væri frábær árangur. Það náttúrulega bara sturlaði bara. Já. Og 7. sæti sem ég spáði með líka sturlaðar árangur hjá þeim sko. Þannig að ég hef trú alveg á De Zerbi og ég þetta sé að gera flottar hluti. Það er mér sem að tala það að Tottenham að De Zerbi Rashford ætti að fara til De Zerbi því að hann myndi náði best út úr hann sem hægt var að fá. Já, ég ekkert endilega samfæra það því að ég hef bara grunn það að Rashford sé svolítið rasshaus. Já, ég bara held að hann sé ekki með karakteringin sem að tíma þess að vera á eldi.
En þú spáði þínum mönnum 5. sæti, Já. Liverpool. Er það góður árangur? Miðað við allt segi ég já. Ég sé með allt vera ömulegur árangur. Býtu, hópurinn er miklu veikar en á síðasta tímabili. Þeir voru að reka stjóra. Og hvað, hópurinn er miklu verri. Já, einhverju leyti, getum við sagt það, já. Einhverju leyti. Já. En það eru menn komnir þarna inn. Hver Robertson fór, hver kom fyrir hann? Fyrir Robertson, við skulum sjá til. Gimakis. Akkurat. Konate er farin. Já. Sala er farin. Já, það er enginn sem kemur að inn í staðin fyrir hann. Hugsaðlega Kóla eða nei, hann er meiri vinstra megin, myndi ég segja. Já, hann er meira þeim megin, sko, talað að Ríó myndi það fara hinum megin. Já. En sko, svo náttúrulega var aldrei bætt upp fyrir Trent. Nei. Akkur takið ekki bara Jalen Kvans aftur? Hann getur lista á stöðu, hann getur líka verið miðvörður. Já, hann getur verið það og hann er ungur. Fannst þér hann sannfærði þig á HM? Mér fannst hann ekkert sannfæra mig, en mér fannst hann ekkert lélugur. Nei, er það til verri. Hann er búin að vera virkilega góður í liði Leverkusen, finnst mér. Já. En svo er ég með aðra spurningu til þín, að þú varst að nefna Trentaran. Nú svo ég vídeo á honum daginn þar sem hann var að kvitta á Real Madrid treyjur og það var eins og þetta verið kul og pína fyrir hann. Honum líður hrikalega illa augljóslega. Það er bara greinilegt. Af hverju fer hann ekki bara tilbaka? Myndirðu vilja fá hann? Ég held að get ekki komið tilbaka. Er hann fastur í samning sem er ömulegur? Já, bara svo líka bara hvernig hann fór. Ég held að maður get ekki komið tilbaka. Já. Þannig ef hann kemur Englands aftur, þá segir mér að fara ekki til Liverpool. Ég veit ekki hvort það komið nokkuð til Englands aftur, sko, en sko, mér séð að fólk var að brenna treyjundar hans og hvaðana, sko, að Já, það er allt í lagi. Það má alveg hlýja sér á því. Aftur. Þú kaupir bara nýja, þú bara kaupir nýja treyju aftur, það er ekkert mál. Ekkert mál. Treyjan sem að þú brendir af Trent, hún er farin, við vitum það. Þú kaupir bara nýjastu treyjuna. Já, ég veit það ekki. Ég þarf að hugsa þetta. En Trausti, við náðum að vera með 6 lið í sömu stöðu. Það er að segja, já, við vorum sammála með Arsenal í 1. seti, við vorum sammála með Chelsea í 4. seti, við vorum sammála með Nottingham, hvað var það? Nei, 5 lið, 12. seti, Crystal Palace, svo vorum við sammála með 19. seti, Ipswich og Hull í 20. seti. Já. Þetta voru 5 lið. Mér finnst það nokkuð góður árangur hjá okkur samt. Það er ágætt. Já, við oft áður. Já, en eins og alltaf, þá var þetta spáin okkar fyrir tímabilið. Ég hef rétt fyrir mér, þú hefur rangt fyrir þér, en svo kíkjum við á stöðuna á þessu í desember. Já, desember og svo í vor. Já, svona hvert okkur leiðir áfram í desember. Nákvæmlega. En þetta er náttúrulega sjálfsög meira til gamans gert heldur en hitt, en ég vona mínu vegna að þú er í sannspáru heldur ég allan með mína menn. Já, en svo bara, eins og við vitum, það er helling eftir að glugganum ennþá þannig lagað og það getur margt svo sannlega gerst. Ég er gjössalega búin að jarða Newcastle bara í ljósið þess hvað var eiga sér stað þar, bara máttastólpa liðsins eru farnir og kannski eru þeir að fara ekki að rópast að vera í glugganum, maður veit ekki. Þeir allar eiga nóga peningum eftir. Það er nóg til. Öllum þessu sölum, sko. Það er nokkuð ljóst og ég setti Liverpool í annað seti. Það er vegna þess að ég hef trúið því að þessi mannskapur muni spila miklu betur heldur en í fyrra og þar tel ég að þeir vera með betri árangur í heildina á tímabilinu og svo munur vesla meira. Já, eins og ég sagði áðan ég er með Liverpool liðið eins og liðið er í dag.
Hörðu, ef ekki að enda þetta með smá slúðri. Það er ekkert annað. Það ekki? Jú. Hörðu, það er talað það að Arsenal-menn, þeir hafa rætt við Galatasaray að fá sóknarmanninni Viktor Osimhen, 27 ára, en tyrkneska félagið að reyna að kaupa Gabriel Martinelli og í viðræðum við Arsenal og kom nafn Osimhen upp og þetta svona í viðræðunum. Nú Arsenal reynir að fá spænska varnarmanninn Mark Pöbli en fekk svar frá Atlético Madrid að hann var ekki til sölu, en eins og við veitum þá nú margt til sölu þótt að það sé ekki allt innu til sölu. Já. Það getur alveg opnast þær til. Nú Manchester United enn að vonast eftir því að geta fengið miðjumanninn Adam Wharton frá Crystal Palace. Og Chelsea einnig áhuga. Mér ótrúlega hissa að þessi maður skuli ekki vera farin eitthvað annað. Ég samanlega Mér finnst það ákaflega skrítið. En ok, en United og Chelsea að spá við því. Og United nálægt að ná samkomulagi við Leicester miðjumanninn Louis Page. Þetta 18 ára drengur sem að Arsenal hefur einnig sýnt áhuga á. Nú Manchester City hefur hafnað 55 milljóna punda tilboði Barcelona í Rodri og sagt að enska félagið City sem sagt vill fá 60 milljónir fyrir Rodri, en 55 milljónir, það hlýtur að vera hægt eitthvað að leika sig með það. Já, veist, hann náttúrulega bara að klára samningin, þannig að já, menn þurfa að passa sig. Hann er bara það. Hörðu, svo náttúrulega Spence, varnarmaður Tottenham, hann náttúrulega farinn fyrir læknisskoðun hjá Inter bara í dag. Ég hélt í alvöru að hann myndi lenda hjá einhverju liði í ensku úrvalsdeildinni. Nei, þetta vegna þess að Tottenham vill ekki þurfa að eiga við hana þegar þetta fínn leikmaður. Já, það bara held ég sé svona megin ástæðan fyrir því að við raun og veru meiri sörglátt fengu aðeins minna fyrir hann. Nú Hull City að tryggja sér franska miðjumanninn Lukas Gurnatjots. Ég veit ekki hver þetta einhver frá Red Bull Salzburg. Endar kaupir í 3,4 milljónir punda. Þess vegna veit maður ekki hver þetta En Hull hefur lagt fram tilboð upp og yfir 15 milljónir punda í enska miðjumanninn Tim Irobuno hjá Everton. Nú Ipswich ákveði að fá þýska sóknarmanninn Derry Schneidhand frá Freiburg og Leverkusen hefur hafnað 70 milljónir punda tilboði Ipswich í argentíska miðjumanninn Palacios. Já, Ipswich að reyna, það alveg þannig. En það spurning hvað gengur með það. En Napoli verður að taka ákvörðun framtíð ítalska sóknarmannins Lorenz Luca, 25 ára, áður en félagi fyrir viðræður við Arsenal kaup á brasilíska sóknarmanninn Gabriel Jesus. Og ég átti nú vona á, Ég átti nú vona því með vermiðan sem maður heyrði á Gabriel Jesus að myndi fara kannski aðeins til minna liðsko í kannski ensku úrvalsdeildinni. Því að það mörk í þessu manni sko. Já, algjörlega, og ég tel að enn og aftur við erum að tala að Arsenal vill frekar selja hann erlendis. Já, það geti verið sko. Hörðu, Rúben Amorim sem nú orðin stjóri AC Milan hefur tjáð 8 leikmönnum að þeir séu hluti af niðurskurðar áætlun félagsins. Þar á meðal enski varnarmaðurinn Figo Tomori og franski framherjinn Christopher Nkundu. Þeir munu fá yfirgefa félagið. Ok. Já. Og West Ham telur líklegt að félaginu á samkomulagi við Celtic kaupa belgíska miðjumanninn Arne Angels sem 22 ára, en náttúrulega West Ham náttúrulega að West Ham hafa að gera vel í glugganum. Þeir nefnilega að þeir ætla sér upp aftur sko.
En Enzo Marenska, hann gefur það samt út að Man City þeir kaupi engan í dag allavega hana. Nei. Og Carrick að segja að hann að tala að gefi frekar samt loðin svör út í framtíð Marcus Rashford, vildi ekki staðfest hann áfram hjá United þegar gluggunum lokað, en hann segir samt, hann okkar leikmaður. Já, hann bara að tala, skiluru, veist, nauður og viljur, hann Já, kannski. Við þurfum að gefa númer, við þurfum að losna við hann, þetta gauri sem við nennum ekki, sko. Þetta bara svona, skiluru. Já, ég bara, þú lætur þetta hljóma bara eins og satt. Það bara, ég að lesa þetta svo rétt. Já, mér finnst það einhvern veginn að þú sért að lesa þennan leik ansi rétt. En Þetta ekki bara að fá hann yfir í káa? Það ekki nóg að liðinu mönnum þar. Gengur ekki nóg vel. Hann kann að skora, drengurinn, þannig að... Það það sem vantar við sig hjá mínum mönnum, sko, Já, káminn hafi ekki efna að borga launinu samt. Já, ég rétt þessu bara. Hörðu, það sagt núna samt frá því að við vorum nú að stiltu Liverpool á sinkurum, ekki á sama staði í spánum okkar. Það sagt frá því að Liverpool ætla að setja aukinn kraft í viðræður við Paris Saint-Germain Bradley Barcola á síðustu 10 dögum félagsskiptagluggans. Þetta kemur fram í El Epic. En Liverpool hefur verið eftir Barcola nokkuð skeiði, viðræður hafa gengið hægt. Enska félagi hefur náð samkomulagi, eins og bara tala við Barcola, kaup og kjör, en ber þó mikið á milli Liverpool og PSG það kemur að þessu kaupverði. Og mér finnst alltaf kaupverði hækka, nú við PSG fá 170 milljónir evra. Já. Fyrir hann. En sagt að Liverpool sé aðeins tilbúið að greiða 110 til 120 milljónir. Já, ég menna, veist, þegar öll botnin kvöld, þá Paris Saint-Germain búin að sætta sig við það og raunveru búin að leysa þessa stöðu og þarlendi þurfa að losa sig við hann. Ég sé ekkert annan lið fara að ná þessari tölu. Hann á 2 ár eftir samningi sínum á Barcola. Algjörlega. Hann vill ekki framlengja aftur. Nei. Og verðmið mun örugglega lækka næsta ári þegar aðeins 1 ár verður eftir ánum. Nákvæmlega. Þess að segja, ég sé ekki verið með hann fara eitthvað ofar. En eins og við vitum, Arsenal, þeir líka að bankadinnar. Láta vita sér. Já, við PSG. Já. Þeir aðeins að pissa. Það bara að láta vita sér. Já, þeir aðeins að pissa utan í Barcola. Já, ég meina við erum að tala það að sko, Arsenal á til peninga. Þeir með gríðulega sterkt lið og þeir geta sagt að hann við erum meistarar, við ætlum að vera meistarar áfram. Já, við fyrir langt í meistaradeild og annað. PSG bara stillu vilja bara spila, hvernig orða þetta hann komi ekki mjög illa út. En PSG bara þeir bara að búa til gott lið fyrir meistaradeildina. Algjörlega. Þeir vinna alltaf frönsku deildina, hún bara númer 2. Það bara áskrift. Og núna meistaradeildin númer 1. Meistaradeild, við getum sagt að þeir vinna það alltaf. Veist, þeir bara með frábært lið og við erum jú að tala það að það aldeilis búið að dælin peningum í þetta lið og það verður þannig áfram. Já. Ég held að verður bara nákvæmlega þannig, að verður bara þannig áfram og en þeir náttúrulega, PSG bara að kaupa fullt af mönnum sem í stöðuna Barcola, sko. Nákvæmlega, en það búið að leysa þessa stöðu. Já, þess að til ég að þeir þurfa bara að finna þessa lendingu hversu hún verður ekki svona há. Það ekki möguleiki að það verði þannig. Ég sé það ekki. Nei. Þeir að reyna að kreista það út úr Liverpool af því að þeir bara til leikmanni sem við vantar. Já, svo kemur þessi pressa núna sem að Liverpool bara reyna að gefa það út að þessi búin að ná samkomulagi við leikmannin. Þannig að það eykur á pressuna á Paris Saint-Germain. Klárið þetta fyrir hann. Paris, það alltaf svo sem alveg til nógu peningu það, þeim svo sem alveg saman.
Það vantar ekkert. En já, þetta var svona slúðrið á léttu, létt svona, ég létt flaut svona yfir helsta slúðrið, svona í lokin, en Kristján, þetta var áhugaverð að spár hjá. Ég heldur betur, það er alveg ótt að segja það og við erum að tala það að eins og alltaf, við erum mjög ólíkir með spárnar okkar, en þó náðum hvað 5 liðum eins núna. Já, sem er nokkuð gott. Ég verður að telja það. Já. En Kristján, er þetta ekki bara ágætt, er ekki bara komið að þínum fleygu og loka orðum? Jú, það er komið í kæru vinnir, endilega fylgju okkur, ítið á subscribe-takkan og deilið þættinum eins og vindurinn og munið. Við erum á YouTube, við erum á Spotify og við erum á Luminni. Já, hvort sem er að vilja horfa okkur á YouTube eða bara hlusta okkur á Spotify, það er nóg til að svæðum til að hlusta okkur. Traust heiti ég, þetta er Kristján, einhvers staðar hérna, við erum boltahausar, þökkum kærlega fyrir okkur, gangi hægt og gleðinandir, hafið dásamlega helgi, þá til næst kæru vinir, verið sæl.